Hvað finnst þér það að Bjarni Benediktsson sé forsætisráðherra? Erum við ekki bara nokkuð ánægð með það? Með það að þú varst með honum í ríkisstjórn svo lengi, ertu ekki bara svona par sátt með það og treystur honum alveg til þess? Því stjórnmál byggjast á málamiðlunum í raun og veru til þess að ná hlutum fram. Og ef það orðið eitrað að gera málamiðlanir, þá eðlilega stillir fólk sér bara upp hér. Bara svo við tölum Mannréttindastofnun. Ertu ennþá á því að hún eigi að vera sett á laggirnar? Sko, mér finnst að einhverju leyti umræðan vera farin að snúast að þetta sé nánast sko eins og maður sé kjarnorku úrgangur ef maður hefur verið í stjórnmálum. Það svona má alveg lesa svona slíka sjónarmið á netinu. Þetta snýst í raun og veru bara ákveðna svona stjórnspekilega spurningu. Á löggjafinn að ákveða tímamörkin eða treystu við heilbrigðisstarfsfólki, læknum og konum fyrir ákvörðun. Ertu stoltur Íslendingur? Og ég fór bara að hugsa, fór að leita á mig, hvað ég að fara nýtt fram, sko hvað mun ég hafa nýtt fram að færa í næstu þingkosningu á vettvangi stjórnmála eftir allt þetta sem hefur gengið á. Og ég hugsaði líklega bara minn tími þessum vettvangi kom. Heldur að VG muni vera betri án þín? Hvað segirðu, Katrín? Ég segi gott. Ekki? Jú. Lífið að fara vel með þig? Já, ég myndi nú alveg segja það. Glæsilegt. Heyrðu, hvernig ætlum við að landa þessu? Hérna, ég búin að vera að setja mig sko í hlutverk kosningastjóri á fólki. Já. Búin að velta fyrir mér svona þinni stöðu. Já. Hvernig sér þetta fyrir? Hvernig ætlar að landa þessu? Því að sko, þú byrjar kannski ekki mikið og við hefum viljað til að byrja með. En núna ertu svona, þú veist, hallarhrund svona aðeins að, kannski, ég ætla ekki að segja fatast flugið, en þið eru núna að mælast svona jafnt, svona og yfir. Hún er búin að taka svolítið hástökk, þú ert búin að viðhalda svolítið. Hvernig ætlar að landa þessu? Ég held að það sé mjög erfitt að vera kosningastjórinn minn, sko. Af því að tek ekkert vel leiðsögn, sko. En ég lagði bara af stað með það markmiði, mér langaði að hitta fólk í raunheimum og það bara það sem ég er búin að vera að gera frá því ég lagði af stað og auðvitað segi ég frá því á netinu og samfélagsmiðlum. En ég held að það sem eigi eftir að skipta mestu, þetta myndi ég segja við kosningastjóra minn, þetta síðan bara síðasta vikan og þegar fólk einhvern veginn mætist í sjónvarpssal á öllum stöðum og þá einhvern veginn gera þau sem eru óákveðin upp hugsin. Hvernig þetta öðruvísi heldur en alþingiskosningar? Sko? Ég sé fyrir mér að þú beitið svolítið baráttunni eins og Samfylkingin að gera núna með því að beita sig bara með því að íta Kristrúnu Frosta svona fram. Já. Þetta svolítið svona einsmanns þema. Já. Hvernig þetta öðruvísi? Já, þetta mjög ólíkt, sko. Mér finnst þetta pínu. Í alþingiskosningum þá fer maður og maður skrifa niður eitthvað plagg og þú veist, og það búið að vera að vinna það í óteljandi málefnahópum og svo einhvern veginn einhver hópur og svo hist á hverju morgni og rætt baráttuna og þetta snýst mjög mikið svona hópvinnu. Þú veist, ég finn það að maður miklu meira bara einn og ferður endar daldið með manninu mínum. En þetta svona allt öðruvísi barátta fyrir mig sem hef verið í einhverju kosningabaráttu þar sem að sitja með hópi fólks og ræðir hvernig gengur okkur nú að koma þessu á framfæri og allt þetta og þetta alltaf, þú veist, og þar hef ég gengið í gegnum sömu baráttuna mjög oft þar sem lagt að stað með markmiði nú höfum við fá stór mál á dagskrá svo mætir maður með 27 mál á dagskrá að því það þú veist, einhver afurð, einhver starfs og að vinna einhvern veginn með það og fara svona í allt öðruvísi kappræður, allt öðruvísi umræður. Þannig að ég bara að læra þetta alveg upp á nýtt. Sérðu fyrir þér, sko, því að núna ertu orðin, sko, þú segist vera að segja skilu við stjórnmálin. Já. Það svona hægt að fara rauk fyrir þetta og pólitískt, það er líka hægt að fara rauk fyrir þessi pólitískt. Þú þarft að gefa afslátt af þínum hugsjónum sem svona vinstri manneskju til þess að geta mátaði við þetta starf? Maður þarf að segja mjög hreint út við fólk. Ég í þessu hlutverki að fara að hefja mig alveg yfir flokkspólitík. Ég get ekki tekið ákvarðanir til að mynda bara því fólk spyr þetta til dæmis málskotsrétt. Ég tek ekki slíka ákvörðun bara út frá minni skoðun. Ég þarf að hlusta á alla skoðanir og reyna að leggja óhlutdrægt mat á slík mál. Og það þetta bara verður að vera þannig því hollusta forseta þetta bara við þjóðina en ekki með einhvern neitt flokk. En það sem ég hef á móti í frelsi að tala fyrir ákveðnum málum ákveðinni sín sem ég myndi vilja setja á dagskrá sem forseti. Hver hún? Ég hef verið að tala fyrir í fyrsta lagi því sem ég hef bara áhyggjur af í heiminum. Það að segja, við erum að sjá víða grafið undan lýðræði
við erum að sjá bakslag í jafnréttismálum, við erum að sjá mannréttindi, jafnvel tekin af fólki yfir nótt, sko. Bara réttindi sem hefur verið barist fyrir á áratugum. Og við erum að sjá þetta að það eru fleiri stríð í heiminum núna en hafa verið frá lokum seinni heimsstyrjaldar. Og það eru þessi svona gildi, lýðræði, mannréttindi, jafnrétti, friður sem ég held að við séum nú flest sammálum, sem ég held að Ísland geti beitt sér, tala með mjög skýrum hætti bæði heima og að heiman. En ég líka þetta að tala fyrir bara rótunum, ég meina þetta kemur íslensku og ég hef alveg áhyggjur af því hvar við stöndum hvað var að tungumálið okkar, sem eru þetta það sem bindur okkur dálítið við sögu okkar alveg frá upphafi vega og maður hefur áhyggjur af því þegar sérstaklega við sem erum í íslensku á móðumáli erum að velja það að nota ensku æ oftar. Því eitt það að hinga komi fólk að utan, það er áskorun og það skiptir máli að kenna því íslensku og margt frábært sem er að gera í því, en það sem ég hef svona meira áhyggjur af erum við kannski farin að velja það sjálf að nota ensku? Er það auðveldara fyrir okkur og hvað segir það stöðu tungumálsins? Og svo í þriðja lagi, og þetta kannski, nú ert þú búin að tala við marga frambjóðendur, en kannski þriðja máli sem mig svona brennur á mér það tengist því að ég hef verið að vinna málum sem lúta velsæld og hamingju fólks og ég hef líka velt mikið fyrir mér bara hvað það sem gerir samfélagssamheldið og einhverju leyti það þáttaka fólks bara í samfélaginu. Og mér finnst að við eigum að staldra við kannski þegar við sjáum til dæmis þáttöku í sveitarstjórnarkosningu fara niður, þá eigum við að hugsa býta af hverju vill fólk ekki taka þátt í samfélaginu. Ég veit að það eru víða áskoranir við að draga öll börnin í íþróttastarf, við eigum að staldra við það. Og það þessi þáttaka sem ég held að byggi samheldina. Já, algjörlega. Ertu stoltur Íslendingur? Já, ég það alveg. Ég stolt af bæði samfélaginu okkar. Hvað það að vera Íslendingur fyrir þér? Þykir vænt landið og þjóðina. Ég er búin að vera að pæla í þessu, sko. Hvað þetta er? Já, það náttúrulega breytist rosalega mikið, sko. Ég var að ræða þetta við Dagbjörtu Hákonardóttur, hún var rétt áður en þú komst. Varum að velta þessu upp, sko, því að ég hún var að velta fyrir mér, sko, hvenær aðrir sem að koma utan verða Íslendingar. Mér sko, alveg sama einhver svona genatísk tengsl og eitthvað þannig, sko, þau hugnast mér ekki. Ég mjög amerískur í þessu, að svona þessu freka gildin og viðmiðin sem að gera fólk að Íslendingum. Hvað finnst þér gera Íslendinga að Íslending? Samfélagsgerðin, hvernig við byggjum samfélagið. En við erum einstaklingarnir, sko. Já. Sko ég held að það sé nákvæmlega þetta að taka þátt í samfélagi, að hafa gaman á ákveðnum hlutum að því að við eigum ná einhvern meginn sameiginlega sem gerir okkur að Íslendingum og það er alveg flóknar að skilgreina það en sko áður fyrr þegar við vorum bara öll að horfa á sama sjónvarpið og vorum einhvern meginn dálítið svona í einsleitara samfélagi. Núna erum við öll einhvern meginn í sittkonum símanum að taka inn ólíkt efni en það er svona ákveðin húmor sem ég finnst til dæmis íslenskur, svolítið kaldranalegur húmor og ég finn það sérstaklega þegar ég er sjálf erlendis og gerir þau mistök að segja brandara sem engum, svona sem fólki finnst bara einhvern veginn mjög kaldranalegt, þá er það einhver íslenskur húmor. Þannig að það held ég ótal margt sem gerir okkur að Íslendingum. Það er ekki endilega upprunin, ég er alveg sammála því. Það er svona einhvern veginn ákveðnir hlutir sem við gerum. Ég var með brauðtertukeppni og ég sagði einmitt, það er dálítið íslenskt. Það er eitthvað mjög íslenskt við majónes, fransbrauð og álegg. Annað. Sko, hvernig við eldum lambakjöt, það er líka dálítið íslenskt. Það er hálfgalið hvernig við gerum það. Við viljum steikja það í gegn. Það er enda aðeins búið að breytast. Það er aðeins búið að breytast. Fólk byrjaði að vinna með hægaldununa og vilja hafa það smá reitt innst við beini. Sko. Já, en þetta segir manni líka að það sem gerir okkur að Íslendingum hverju sinni er ekki alltaf að sama. Nei, það er alveg rétt. Sko, þú verður öll að sé klippuna þegar Jón Gnarr er að segja að þú byrjar ábyrgð á því að Bjarni Benediktsson sé forsætisráðherra. Hvað finnst þér það að Bjarni Benediktsson sé forsætisráðherra? Erum við ekki bara nokkuð ánægð með það? Með það að þú varst með honum í ríkisstjórn svo lengi, ertu ekki bara svona par sátt með það og treystur honum alveg til þess? Nú, þegar ég ákvað að fara og segja skilu við stjórnmál, þá auðvitað skildi ég það verkefni bara eftir í höndum meirihluta þingsins að skipa sínum málum. Þannig að þegar sagt er að ég ber ábyrgð á því sem gerist eftir ég fór, þá segi ég bara einfallega nei, það er meirihluti þingsins sem ber ábyrgð á því og þau skipta með sér verkum og það er ekkit óðurlegt við þessa verkaskiptingu, hann er formaður stærsta flokksins. Kannski hefði einmitt freka mátt spyrja okkur ég var forsætisráðherra.
En það var líka vilji meirihluta þingsins, þannig að það bara meirihluti þingsins sem skipar sínum málum. Hver svona sá stjórnmálamaður sem að þú horfir efst í, eða hver svona... Á Íslandi? Já, og ef það Vigdís, hver númer 2? Það er að segja allir Vigdís. Já, meinaru... Svona sem þú horfir upp til, sem svona sér sjálfa því. Það segja allir Vigdís, að því að við erum alin upp að einhverju leiti undir hennar áhrifamætti. Ég meina, hún breytti miklu fyrir stelpur allavega á Íslandi að upplifa að maður geti hvað sem er. En ég náttúrulega hef kynnst stjórnmálamönnum öðruvísi en þau sem ekki hafa starfað í stjórnmálum. Þannig að ég veit alveg hvað það sem fólk tekst á við og margir sem ég hef kynnst sem ég ber mikla virðingu fyrir. En ég segja líka þegar maður forréttindin við að hafa verið í stjórnmálastarfi að hafa kynnst fólki í rosalega ólíkum stöðum, ólíkurum geirum og eitthvað sem maður gerir ekki endilega kannski ef maður í sínu fæi. Og það líka fólk sem veitir manni innblástur. Þú veist, það einhvern veginn, og það örugglega þess vegna sem líka sem það drífur mig áfram að gefa kosta mér í þetta. Það sem ég finnst mest gaman auðvitað að fara og hitta fólk og hlusta. Og ég ekki orðin sött á því. Nei. Hvað ef við berum þig saman bara við, segjum Baldur, Höllu Hrund, Höllu Tómas, Jóngnar, hvað hefur þú frammi við þau? Varðar það að geta valdið þessu embætti út af því að ég hef alltaf verið að hugsa ég reyna alltaf að máta þetta við svona BBC Newsnight. Ólafur Ragnar að pakka saman fréttaþulunum og ég hugsa alltaf með mér ég vil fortsetta sem getur tekist af það verkefni og ég held að þú geti valdið því ágætlega en svona heilt yfir ef þú spáir í þessu, þetta nú í rauninni keppni. Hvað það sem að þú hefur fram yfir þessa sem að þú verður til þessa að þú myndi vera betri í því að sinna þessu embætti? Enga hógværð. Já, ég ætla ekki að vera hógværð með sjálfa mig, en ég ætla samt að segja það, ég held að margt af þessu fólki sé bara mjög flott fólk og ég ákvað bara þegar ég lagðist það í mína baráttu, ég ekkert endilega að fara að tala eitthvað aðra, ég bara að tala hvað ég get fært á þetta borð. Og já, ég held að reynsla og þekking af stjórnmálum sé kostur, ég held það, vegna þess að þú þarft að skilja hvernig þetta virkar, gangvirkið í stjórnmálunum. Það hlutverk forseta, stjórnskipuleg skylda að tryggja starfhæfa ríkisstjórn. Forseti þarf að geta brugðist við ef uppkom einhver mál sem eiga erindi til þjóðarinnar. Almennt hins vegar á bara þingið að fara með stjórnmála og það skiptir líka mála að forseti skilji þessi mörk. Ég held líka að reynslan á alþjóðavettvangi hjálpi mér. Ég hef auðvitað þurft að taka upp símann fyrir hönd Íslands í fortíðinni og mér finnst mikilvægt að forseti geti gert nákvæmlega það ef eitthvað blæs á móti eins og Ólafur Ragnar gerði eftir hrun. Mér finnst það skipta máli. En síðan þetta bara setur maður sína sín og sín gildi á borðið og ég segi það, svo verður fólk bara að gera það upp fyrir sig, treystir það þessari manneskju til að gegna þessu embætti. Það bara þannig. Og ég held að kannski í mínu tilfelli, ég menna, það hægt að fletta upp öllu sem ég hef sagt, líka við. Og það þannig, ég menna, það einfalt að vita hvað ég hef sagt ýmis risamál samtímans. En ég menna, við erum öll með skoðanir, frambjóðendur, og við þurfum öll að treysta okkur til þess að geta svolítið sett þær til hliðar ef uppkoma þær aðstæður og lagt mat á mál með óhlutdrægum hætti. Talandum að gera það. Já. Þannig að þú fórst í þvottavélina til Stefáns Einars að ræða fóstureyðingar. Og ég var beðin að spyrja það aftur út í þetta, því að mér langar að leggja þetta eins upp, út af því að þú ert í rauninu búin að svara spurningunni hvort að þér finnst eiga að vera bundið inn í lög, eða hvernig þetta vera bundið inn í lög. En mér langar að vita þína persónulegu skoðanir, út af því að mér finnst persónulega, ég man eftir, ég var að rifja þetta upp daginn, ég ekki búin að skoða þetta síðan þá, en ég man eftir þegar þetta var samþykkt. Mér minnir að Bjarni og Sjálfurinn hafi setið hjá, síðan kom Páll Magnússon með breytingatillögu, hún var felld og Bjarni neitaði eða var rauður á því, ef ég munið rétt, ég man þetta ekki alveg, en þetta var einhvern veginn svona. Og svo komst þú í viðtal stutt eftir og var spurð hvort að hvernig þetta ætti að vera og hvort þú verið ánægð með þetta og fleira þvíumlíkt, og þá sagðir þú eiginlega svona án þess að vera spurð svona, já, mér finnst bara rétturinn ætti að vera jafnvel upp að fullri meðgöngu. Mér finnst þetta að vera svolítið, já, einkennilega afstæða, út af því að einhvern veginn
við erum alveg sammála það að, þú veist, réttur kvenna til fóstureyðinga að vera og ég já, við getum alveg farið þegar já, hvíti kallinn með sína skoðun á þessu, bla bla bla, allt þetta. En svona með fulla meðgöngu, þá svona kýtlar það fólk svona vitlausa máta, sko. Já, en nú ætla ég að fara að segja hvað ég sagði, sko. Ég sagði engin tímamörk og það sem ég var að vísa til það sjálfgefið að löggjafinn setið þessi tímamörk. Þannig það til dæmis ekki. Þetta ekki í lögum í Kanada, tímamörkin. Þar sem einfaldlega sagt, kona tekur ákvörðun í samráði við lækni og annað heilbrigðisstarfsfólk. Hefur það gert það að verkum að fólk að framkvæma þungunarósaðgerðir fram eftir meðgöngu? Nei, eðli máls ekki, því að ég held þetta er þungbær ákvörðun fyrir konu og að sjálfsögðu þetta ekki ákvörðun sem tekin án samráðs við lækna og heilbrigðisstarfsfólk. Það sem ég var einfaldlega að segja þarna í tengslum við þessa umræðu sem var auðvitað heitt á þinginu og ég sagði þetta í ræðustól Alþingis. Það sjálfgefið að löggjafinn ákveði tímamörkin? Eigum við kannski að treysta heilbrigðisstarfsfólki og konum að því að ég veit að þar eigum við eina fyrirmynd en segjandi það þá studdi ég lögin og gerði enga tillögum að þau væru neitt öðruvísi. Þarna var ég kannski einhverju leyti bara að færa umræðuna aðeins yfir á að biðja fólk að velta því fyrir sér. En svona, þú veist, persónulega, þegar þú heyrir þetta, bara svona, það ekki svona, þú veist, á 39. viku? Já, en þetta snýst náttúrulega ekki það, heldur bara þá staðreind að þar sem þessi löggjöf frjálsleg, þá erum við ekki að sjá fleiri aðgerðir, við erum ekki að sjá slíkar aðgerðir framkvæmdar á seinni hluti í meðgöngu. Þetta snýst í raun og veru bara ákveðna svona stjórnspekilega spurningu. Á löggjafina ákveða tímamörkin eða treystu við heilbrigðisstarfsfólki, læknum og konum fyrir ákvörðunin. Því þetta eins og ég sagði í þessum þætti hjá Stefán Einari ekki einhver ákvörðun sem neitt tekur á ganni sínu. En þetta eru bara orð sem ég lét falla ég meina og það er kannski það mikilvægast að ég styð löggjöfina og greiddi atkvæði með henni og fannst hún bara mjög góð enda var hún inn í mjög góðu samráði við heilbrigðisstarfsfólk og aðra aðila. En ég svona leyfði mér að benda á þetta dæmi sem við eigum í Kanada. Þar sem svo sannlega hefur ekki verið nein fjölgun á slíkum aðgerðum seint á meðgöngu. Nei, ok. Þetta nú bara mín 10 cent á þetta. Já, þetta ágætis 10 cent. Jakob Bjarnar var að skrifa grein núna bara áðan. Já. Þú múin að lesa hana. Að þurfti að farga 30.000 bókum og að Bjarni Benediktsson ætti að skrifa bók sem að nefnist Fjallkonan. Já. Hann var ekki mjög grænt af okkur. 30.000 bækur, það alltaf mikið. Akkur þurfti að gera nýjan formála? Já, nú verður bara að spyrja Bjarna. Var Bjarni sem tók ákvarðan þetta? Já, ég var ekki að taka einhverja ákvarðanir þetta, sko. Ég er náttúrulega ekki lengur forsætisráðherra. Ég var búin að skrifa formála. Ég held bara viljinn hafi verið að setja formála forsætisráðherra. Já, ok. Þannig að þú kemur ekki nálægt þeirri ákvarðan að breyta þessu? Nei. Það er mjög það merkilegt. Já, en ég var búin að skrifa formúla. Ég gef hann út síðar í sérriti. Já, ég var að fara að segja, mér langar núna að lesa hann, sko. Það er alltaf þegar bækur eru brendar, sko, þá langar mig að lesa það. En það er annað sem að Baldur hefur nefnt og nefndi hérna hjá mér. Það sem hann var að mitt settist í stjórnmálafræði prófessorinn sem hann aðgreinir ekkert alltaf frá sínu framboði. En hann var að veltaði fyrir sér, sko, stöðu þinni þegar að þú tekur við sem forseti. Stöðu þín að ráða og reka ríkisstjórn sem að þú komst að því að mynda. Er það ekki alveg skrítið? Já, það fer alveg bara eftir hvernig hún nálgast stjórnskipanina. Nú er bara þingbundin stjórn á Íslandi. Þannig að það er meirihluti Alþingi sem myndar stjórn. Það má spyrja sig, gefum okkur nú að ég verði forseti og svo er kostið þings einhvern tímann á árinu 2025 væntanlega og þá hefur forseti ákveðnu formlegu hlutverki að gegna og þá get ég bara sagt það breytir auðvitað engu fyrir mig, ég menna ég þekki allt þetta fólk. Man nálgast auðvitað bara verkefni út frá því hver telur sig geta mynda ríkisstjórn og hvaða starfhæfi meirihluti er í kortunum. Þannig að ég sá ekki alveg, ég veit nú, man nú ekki alveg hvað Baldur sagði, sko. En kannski var hann eitthvað að velta vöngum hvað ef það verður stjórnarkreppa vegna forsetaframboðs, það varð ekki þau bara ákvað að halda áfram. En ég hef náttúrulega bara mikla trú á þingræðinu og veit að Alþingi er yfirleitt fullfært að mynda ríkisstjórn. Það hefur stundum tekið langan tíma
og við erum bara með nýlega dæmi þess 2016, en á endanum þá yfirleitt myndast nú starfhæf ríkisstjórn og forseti á svo alltaf uppi í erminni trompið utan þingstjórn. Hvernig finnst þér svona stjórnmálahefðin í dag? Sko, núna til dæmis höfum við mikið verið rætt það að það hafi orðið svona, meiri heift í svona stjórnmálaumræðu. Svona mjög svona mismunandi skoðanir á því hvernig við skildum takast á við það. Það var talað mannréttindastofnun og ég var alltaf svo mjög stressaður yfir því að hún yrði lögð á laggirnar einfaldlega út af því að stjórnvöld hafa alltaf haft einhvers konar hugmyndir það hvernig skoðanir fólk megi eiga og ég mikill Orwell-maður og Czesław Milosz og þar fram eftir götunum þar sem ég finnst skref í þá átt þegar ríkið farið að beita sig fyrir því að móta skoðanir fólks, að það oftast vald sem að ríkisvaldi kemur til með að misbeita þó svo að taki marga áratugi. Hvernig svona stjórnmálahefðin? Hvernig finnst þér hún? Þú eiginlega spyrja margt, Já. Þá getur þú svara á hvernig sem þú veist. Já, að einhverju leyti finnst mér, að því ég hef alltaf litið á stjórnmál sem eitthvað jákvætt. Bara fólk sem vill gera samfélaginu gagn ekki sammála, tekst á, oft harkalega. Mér finnst að einhverju leyti umræðan vera að fara að snúast að þetta sé nánast eins og maður sé kjarnorku úrgangur ef maður hefur verið í stjórnmálum. Það svona má alveg lesa svona slíka sjónarmið á netinu. Það myndi ég segja að væri ekki farsæl þróun. Því það skiptir máli held ég að fólk taki þátt í stjórnmálum og að fólk vilji taka þátt í stjórnmálum og bara gefa kost á sér í þetta og vera einhvern megin og mér finnst ég vegna þess að umræðan á til að vera og ég ekki að kvinga mér undan gagnrýni ég alveg henni en svona þessi hugsun að það að hafa verið í stjórnmálum sé á einhvern nátt slæmt. Ég velti fyrir mig hvað áhrif það hefur á vilja fólks til að taka það. Að því að ég allavega heyri fólki sem segir já, maður hugsa sér nú tvisvar áður maður gefið sér þetta þó ég hefði áhuga þá bara veit maður að það þykir ekki gott og þá ég ætla nú ekkert að gerast einhver heimsendarspámaður en ég svona velti því fyrir mér því þetta nú kerfið sem við búum við og sumir kvart undan lýðræðinu en það nú samt langbesta kerfið sem við höfum búið til þá hefur maður áhyggjur af því að svona fólk aðeins svona veigra sér við að taka þátt í opinberu umræðu eða stjórnmálum vegna þess að það upplifi að það sé á einhvern nátt þá orðið merkt Ég hjartanlega sammálaður ég líka, það eitt sem að mér finnst við taka of mikilli létt út og það það að við erum að kjósa inn 8. forseta lýðveldisins sem að þýðir það að við erum ekki búin að vera með svona lýðræði í henni svona nútíma mynd í mjög langan tíma og mér finnst einmitt að við tökum að þessa Erum við ekki að kjósa 7. forseta? 7. Er ég að bulla? Sveinn Björnsson, Ásgeir Ásgeirsson, Kristján Eldjárn, Vigdís, Ólafur, Guðni. Það 7. Nei, já, fyrir ekki. Er það að gleyma einhverju? Nei, er það? Nei, þetta örugglega rétt hjá þér. Jesús. Já, ok, 7. Ennþá meira þá. Ennþá meira. Styrkir punktinn. Styrkir punktinn minn. Ég var að tella þetta í gær, menn fannst þess að við varum, skiptir ekki máli. 7. forsetinn. Ok, og nú erum við með bæði svona óþægilega tilfinningar fyrir gæðu. Nei, það rugglast alltaf allir. Nei, þetta er svona. Er það ekki? Jú, þetta er svona. Þetta er svona. Já. En hvernig sem því líður? Þá erum við í þeirri stöðu að við erum að vera með þetta mjög stutt. En við einhvern veginn gerum ráð fyrir því að þetta verði endalaust. Og mér finnst einmitt svo ég kom inn á punktinn með mannréttindastofnun. Já. Að mér finnst mjög varhugavert þegar einmitt stjórnvöld eru farin að veitast að ákveðnu tjáningafrelsi sama hvort okkar mislíkar og ég skil alveg þinn punkt með það að umræðan sé orðin vond og fólk veigra sér svolítið við því og við erum farin að sjá mjög einkennilega mótumæli eins og það að strá púðri yfir bjarna og veitast að dylja og fleira tvímlíkt. Mér finnst það galinn og mér finnst að við þurfum einhvern veginn að takast mjög hart á við það. En hvernig bara svo við tölum mannréttindastofnun, ertu ennþá á því að hún eigi að vera sett á laggirnar? Já, ég er það nú alveg vegna þess að hversin erum við að þessu? Jú, við erum aðilar að mannréttindasáttmálum og við erum
aðilar að alþjóðlegu samstarfi bæði inn í Evrópu og að vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Eitt af því sem til dæmis hefur verið bent á ef við ætlum að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, þá þurfi slíka stofnun sem hafi ákveðin hlutverk að gegna við að hafa eftirlit með því. Þannig að ég lít nú svo á að svona stofnun, hún snýst ekki um að vakta orðræðu eða skerða tjáningafrelsi. Heldur einmitt að tryggja mannréttindi fólks. Ég skil alveg áhyggjurnar. Ég skil alveg þegar fólki finnst einhvern veginn og langt gengið í því að maður megi ekki segja þetta eða hitt, nota ekki einhver ákveðin orð. Ég er sjálf afskaplega slæm með þetta nefnilega í að segja ranga hluti og þá fæ ég alveg stundum líka gussur þeim megin frá. Nú ert þú að segja rangan hlut og þetta má alls ekki lengur og alls konar. En ég sá nú ekki fyrir mér að þessi stofnun væri þetta heldur einmitt miklu frekar að horfa á bara það að því sé fylgt eftir að fólk fái sín lögbundnu réttindi. Og það eru þetta þannig að við einhvern veginn veltum kannski aldrei fyrir okkur sko, hvernig nákvæmlega búum við til dæmis að fötluðu fólki þegar kemur að réttindum. Það eru mál sem hafa komið upp sem hafa held ég verið, ég meina það er ekki langt síðan við breyttum nálgun okkar í umgengni við fatlað fólk, til dæmis bara hvað varðar vist á stofnunum. Þetta er bara örstutt síðan. Já, ég byrjaði að vinna með fötluðum ára 2010 og þetta er búið að breytast alveg stórkostlega. Stórkostlega mikið, já, meðal annars vegna þessar svona vakningar sem hefur orðið í þessum málum. Og ég held að það sé eðlilegt að hið opinbera axli ákveðna ábyrgð á því að þessi réttindi séu tryggð, að það sé fylgst með því að þessu tryggð. Að því að annars er hættan sú einfallega að við skrifum undir sáttmála og en fylgjum þeim ekki eftir. Það veldi fyrir mér út af því að sko, nú veit ég að þeir sem eru svona stuðningsmenn nýju stjórnarskrárinnar eru ekkert parsáttir með það hvernig þú hefur haldið á spöðunum í þeim hefnum. Guðni hefur verið svolítið ötull í því að koma henni til umræðu, ekki að mikið kannski þau hefðu viljað, en samt sem aðra, hann hefur haldið í svolítið á lofti að það sé óútkljáð verkefni. Já. Menn þú koma til með að beita þér fyrir nýju stjórnarskrárinni ef þú verður forseti? Ég mun tala fyrir stjórnarskrárbreytingum og sumar þeirra eiga rætur að rekja í vinnu stjórnlagaráðs. Ég meina ég fór þá leið í stjórnmálunum, á vettvangi stjórnmáluna eftir að þetta gekk ekki eftir á sínum tíma. Þá fór ég þá leið að segja við verðum að gera þetta í áfengum af því þetta var bara of stór biti fyrir þingið. Sú leið hefur heldur ekki skilað breytingum og einhverju leyti höfum við verið með þetta mál dálítið fast bara, þar sem við erum með einhverja sem vilja bara helst einhver breyta og aðra sem vilja allt eða ekkert. Og ég hef dálítið tekið þá línu að segja við verðum einfallega að vinna okkur svona í gegnum þetta hægt og hægt. Lagði fram frumvarp með breytingum á forsetakafla og öðrum köflum sem varða framkvæmdavaldi með tillögu á umhverfisákvæði, auðlindaákvæði, ákvæði um íslenska tungu og það auðvitað náði ekki fram að ganga. En mér finnst hins vegar sko, ég mun ekki hætt að tala fyrir því að við breytum stjórnarskrá og maður finnur að núna í tilefni af forsetakosningum þá allt í einu vaknar raddir, já, eru 500 meðmælendur, er þetta nú alveg í takt við tíma? Ég er með 2000 fólk á Facebook, sko, ég skil ekki alveg þessa tölu. Hún er frá 1944. Já, ég veit. Þannig að, þetta er náttúrulega galið, sko. Skilurðu, og þá segi ég, já, ég laði nú til að breyta þessu, en og ég meina, við erum búin að ræða það lengi, ég meina, og þú veist, og mér finnst ekki, mér finnst að við höfum að reyna að varðveita þessa hugsun, sko. Ég meina, nú til að mynda þá hefur verið rætt á forseta að vera kosin í 2 umferðum. Og það er vissulega gert í Finnlandi og Frakklandi, þar sem eru þetta valda meira embætti. Ég gerði allavega því að segja, heyrðu, við þurfum samt einhvern veginn að fá skýrari vilja, getum við sagt. Þannig að ég laði til forgangsröðun sem er það sem gerist í Írlandi. Og þannig að maður bara forgangsröður sínum frambjóðundum. Það náði ekki fram að ganga. En þá að minnstakosti værum við með aðeins skýrari mynd að vilja kjósenda. Þannig að ég segi, mér hefur þótt svona leitt að þetta mál hefur svolítið verið fast bara í einhverjum hjólfunum og vafalaust eiga bara mjög margir einhverju sök á því. En það er löngu tímabært að breyta ýmsu í stjórnarskránni. Já, það er ekki sjálfurinn sem eiga að sök á því. Það er ekki rétt hjá mér. Eins og ég segi, þau sem vilja breyta engu helst og þau sem vilja bara allt eða ekkert. Þetta hefur verið bara svolítið þessir pólar. Já.
skotgrafa hernaður. Já, eða bara svona mjög eindregin afstaða og og ef þú ferð að gefa eftir þá einhvern veginn sé allt í voða. Já. Og það kannski tengist þessu sem við vorum að ræða með stjórnmálin, því stjórnmál byggjast á málamilunum í raun og veru til þess að ná hlutum fram og ef það er orðið eitrað að gera málamilanir, þá eðlilega stillir fólk sér bara upp hér. Sko, núna hefa margir sagt að eða sko bera fram þá spurningu, heyrðu, hún tók að sér verkefni sem forsætisráðherra. Ríkisstjórnin ekkert annað en sett ykkur stað, það er bara búið að vera mikið hafarí í gangi og þau segja, heyrðu, ok, hún stekkur frá borði skipstjórinn fyrst til þess að fara að sinna einhverju öðru skipi af hverju ósköpunum ætti ég að treysta henni fyrir þessu verkefni, af hverju held ég ekki bara hún stekkur frá þessu líka? Já, sko, ef við skilgreinum líf okkar út frá kjörtímabilum þá auðvitað má alveg halda þessu fram og þá segi ég fór inn á þing og sagði ég ætla að vera hérna í 2 kjörtímabil, 8 ár. Svo náttúrulega komu kosningar 2 árum eftir að ég var kjörin á þing. Og ég held að ég hefi gengið í gegnu, ég man nú ekki. Nú ætla ég að telja líka bara eins og forsetana, sko. 6 þingkosningar og verið 17 ára á þingi. Og það segir auðvitað svona hversu varhugavert það er að skilgreina líf sitt út frá kjörtímabilum vegna þess að þau voru ansi mörg, aðeins styttri en þau áttu að vera. Og á þessum tíma þá hef ég auðvitað tekist á við eftirkostarhruni í ríkisstjórn VG og Samfylkingar. Ég tók við flokki og byggði hann upp á nýjan leik og það var líka mikið verkefni að halda utanum stjórnmálaflokk þar sem sko töluverður fjöldi þingmanna hafði yfirgefið flokkin í ríkisstjórninni sem var eftir hrun. Ég tek að mér að leiða ríkisstjórn, það er alveg umdeilt. Ég fæ á mig heimsfaraldur og náttúruhamfarir af ýmsum toga, snjóflóð, skriðuföll, jarðelda. Stríð í Evrópu? Stríð í Evrópu og ég segi það er alveg spurning hvort það er hægt að segja að ég hafi skorast undan ábyrgð eftir að hafa sinnt öllum þessum verkefnum og mér finnst það bara ekki sanngjarn gagnrýni og segi það og svara því þegar ég spurð því ég er alveg spurð að þessu. Ég var sko 2-fall lengur á þingi en ég ætlaði mér vegna þess að það var aldrei réttur tími og ég velti því fyrir mér 21, býtu er ég að fara að halda áfram? Miður heimsfaraldur? Ég get ekki hægt. Hvað var það sko, út af því að, sko, er þetta aðskildir hlutir? Út af því að einhver myndi nú segja sko, ef ég ætti að stilla þessu upp á taflborðinu, þá myndi ég hugsa, sko, ég Katrín Jakobsdóttir, ég kláraði þetta tímabil, Guðni hættir eftir eitt annað kjörtímabil, ég skrifa 2 bækur með Ragnari Jónasinni og síðan býð ég mig fram í forseta þegar að Guðni hættir og þá er ég búin að taka með svona smá kælingu, en upp og sí, Guðni ætlar að hætta án þess að ég fatti það, ég þarf að hætta núna út af því annars verð ég aldrei forseti. Hvernig, er þetta ekki rétt lýsing? Ég held að þú sért að ofmeta plotthæfileika mína. Sko, það er bara þannig að ég var vissulega búin að ákveða að hætta í pólitík og það var bara lág fyrir, það bara, eins og ég segi, maður verður náttúrulega að tekja sinn vitjuna tíma og hann var kominn og ég fann það mjög. Þú veist, var búin að hugsa þetta í raun og verið í haust og það yrði bara að ég myndi ekki gefa kost á mér aftur og svona svo hugsun ágerðist. En þegar þetta kemur upp og það er í raun og verið ekki strax þegar Guðni tilkynir sem auðvitað svona ég alveg bara ég skal bara játa það, ég sagði við hann, já, mér finnst ekki að vera að hætta af því að, ég menna, þú ert farsæll forseti og enginn verið betur liðin og bara halda áfram, en það hafi bara ekki árangur. Þannig að ég fór samt ekki að hugsa þetta raunverulega kannski fyrir en kannski marsmáni eða eitthvað svoleiðis. Því þá var töluvert að fólki hafa samband. Og þá hugsaði ég, já, ég ætla ekki að halda áfram í pólitík. Kannski er það bara besta sem getur gerst fyrir stjórnmálin og sjálfa mig að ég bara taki þetta stökk núna og taki þessa ákvörðun. Það er ekki allir sáttir, ég átta mig algjörlega á því en ég segi líka bara, maður verður líka bara að hafa hugrekki til að stökkva, sko. Og taka afleiðingunum af því. Já. Hvað varstu komin í kulnun? Þú veist hvernig, þú ert lengi á þingi. Já. Forsætisráðherra eins og varst að nefna áðan yfir svolítið, hvað var þessi, já, þetta var rosalegt verkefni, sérstaklega síðastliðin 4 ár eða 3 ár, 4 ár. Hvað varstu komin með leið á þessu?
Var það orðið, þú veist, þegar þú mættir í vinnuna, átíðin kemur heim, sækir þig, þá er svona, skilur það er hægt að vera þannig að þú opnir gluggatjöldin bara, nýr dagur sem Katrín Jakobsdóttir. Það varst komið með svona, ekki alveg. Sko ég reyndar þannig að mér finnst almennt gaman í vinnunni. Þú veist, það er bara þannig. En það sem ég fann, að því að líka bara, maður notar óbúslega mikið að sjálfum sér í svona verkefni sem koma til manns. Og ég fór bara að hugsa, fór að leita á mig, hvað er ég að fara nýtt fram, sko hvað mun ég hafa nýtt fram að færa í næstu þingkosningum á vettvangi stjórnmálanna, eftir allt þetta sem hefur gengið á. Og ég hugsaði líklega er bara minn tími á þessum vettvangi komin. Ef þú finnur ekki að þú hafir þetta alveg hérna, sko gagnvart stjórnmálunum, það átti ekki að vera lengur. Nei. Heldur að VG muni vera betri án þín? Ég held að ég er mikil tækifæri án minn, af því ég er búin að vera mjög lengi, ég er búin að vera varaformaður frá 2003, sko. Svo tekið við formennsku 2013. Þetta er svakalega langur tími. Þetta er að sakna þingflokksins? Það sem er svo skrítið, að maður fer út og ég bara einhvern veginn, ég er ekkert að gá á þingrásina, sko. Ég er einhvern veginn, sé fréttir, ég bara, já, einmitt. Þú veist, allt í einu er maður bara orðin manneskjan sem maður var fyrir pólitík og skynja, sko, þetta heldtekumann, stjórnmálin heldtekumann, maður kemur heim, maður er búin að vera í þinginu allan daginn og maður byrja bara að tala, heyrðu, þetta var náttúrulega bara alveg rosalegt og það er bara alveg svakalegt þetta sem er í gangi og maðurinn mann er bara eitthvað, hann hefur alveg mikinn áhuga á pólitík og hann er bara, hvað ertu að tala? Að því að, sko, maður verður algjörlega, sko, heldtekin af verkefninu. Og ég finn það að þetta er svo skrítið, ég hugsa að ég á örugglega eftir að fá rosaleg frákarsenginu og vera alltaf eitthvað að gá, en það gerist ekki. Það er svo skrítið, en það er kannski að því ég er í fórstaf. Já, kannski kemur það seinna, sko. Kannski. Hvað myndir, sko? Ég held samt ekki, þetta er einhvern veginn, þetta er bara þannig að þetta er smá eins og að kveikja og slökkva. Já. Ertu búin að hugsa eitthvað, sko, ef þú vinnur ekki? Hvað heldur þú að fara að gera? Þú hugsaði eitthvað? Já, það var nú það sem maðurinn minn sagði við mig. Hann sagði að þú þarft að taka eina ákvörðun, sagði hann, þegar ég fór að ræða þetta við hann. Það er ekkert plan B, við vinnum þetta. Nei, hann sagði, getur þú tapað? Og ég sagði bara, já, það er góð spurning. Gaf mér alveg tíma, því þú veist, auðvitað er ég í þessu til að vinna þetta. Að sjálfsögðu, og maður þarf að geta svara sjálfum sér. Sko, ég vil ekki, þú veist, það kemur ekki til greina það, sko, fyrir okkur að fara eitthvað að vera eitthvað bitur, að það kemur ekki eftir. En svo ég segi, ég er ekkert að vera bitur. Hvað er þetta? Þú ert ekki að fara að tapa. Já, í fyrsta lagi ætla ég að vinna, en svo í öðru lagi, að því maður getur aldrei verið viss, þá bara gerist eitthvað nýtt og spennandi. Já, allavega, já. Ég er eiginlega alveg viss það. Já, er það ekki? Jú, en það kemur bara þegar það kemur. Þú veist, ég einhvern veginn hugsa bara mitt að einu, svo bara koma þessar kosningar og þá bara tekum maður stöðuna. Já. Hvernig er baráttan búin að vera? Þú ert að ferðast landið. Hvernig sko, sjallarnir eru rosalega hrifnir að þér. Hvað fyrir svona kjósanda sem hugsa svona, já, nei, ég er ekkert svakalega hrifin af því þegar fólk hoppar frá báti. Þú ert búin að svara því, en sko, með manneskju sem kannski er ekkert og viss, hallast kannski frekar að Höllu Tómasdóttur og Höllu Hrund. Hvað myndir þú segja við það manneskju? Af hverju ættu nú að kjósa þig? Ég var nú, sko, áðan að heimsækja Hrafnistu og og þar var einmitt, ég spurði bara nákvæmlega þessu og ég sagði þú verður bara að meta hvaða mannesku þér líst á og hvort að það sem ég er að leggja á borðið í þessum kosningum sé eitthvað sem þú viljið sjá fyrir framtíðina og hvort þú treystir mér til að fylgja þeirri sín og þeirrim gildum. Það er ekkit annað sem maður getur sagt. Það er það sem gerir þessar kosningar svo óvenjulegar er að fólk er að velja mannesku og fyrir mig með mína reynslu þá eins og ég sagði við því upphafi, þetta er bara eitthvað allt annað. Maður er ekkert að fara að ræða aðra frambjóðendur því þau bara hafa sitt, kynna sínmál, ég kem og kynni mín gildi, það sem ég tel að ég hafi fram að færa á mínum reynslupakka, vitandi það að ég er dugleg og svona hefur alveg sýnt það að ég get gengið inn í hlutverk og sýnt því hlutverki hollustu, stundum of segja sumir, en ég meina það er það sem við þurfum, forseti sem sýnir tí hlutverki hollustu. Akkurat. Heyrðu, loka spurning. Já.
Út af þú getur nú svaraði án þess að hafa einhver afleiðingar. Hvor er skemmtilegri glasi, Sigurður Ingi eða Bjarni Ben? Já, nú get ég farið að segja. Sko, þeir geta, málið er að þegar þeir eru komnir á þann stað að vera í alvöru komnir í glas, þá er ég farin heim. Því þetta eru stórir menn og þeir þurfa mikið, sko. Já. Þannig að ég er yfirleitt þá bara farin heim. En veitu, kanntu þér ekki í hóf? Getur ekki bara stilt drikkinn í hóf og verið með þeim? Ég drekk bara 2 glös og svo bara fer mér að leiðast hófið og segi þetta gott. Já, það er sagt mig, sko, já, fékk hún sér seinna glasið og þá er maður dálítið viltur, sko. Ertu hæna? Hæna? Ég bara er algjör hæna. Í alvörunni? Já. Okay. Og það er óvanalegt, getur sagt þér, því, sko, á stjórnmál, sko, alþingi er fólk sem þolir mikið og þeir 2 eru á meðal þeirra. Já, ég fekk með drikk með Þórarni Inga daginn, hann er líka svakalegur, sko. Já, þú ert með... Þetta er líka bændur, sko. Þú ert með svona landslið þarna á þessu sviði, sko. Herðu, Katrín Jakobsdóttir, takk æðislega fyrir að koma og gangi allt í haginn. Takk fyrir það.